Það ekki hægt að segja annað en að systurnar Katla og María Krista Hreiðarsdætur séu bæði hugmyndaríkar, framtakssamar og smekklegar. Báðar hafa þær í nokkur ár hannað eigin vörur undir merkinum Volcano Design og Krista Design, en nýlega sameinuðu þær krafta sína og opnuðu saman verslun í miðbæ Akureyrar undir heitinu Systur og makar. Ég með Volcano Design og ég hanna á konur, svona sjálfstæðar, töff og skapandi konur á öllum aldri. Ég kannski svona aðalega fókus á konur sem er með smá línur og auka kvenleikann og stærðarnar mín eru svolítið skemmtilegar. Ég vil vera í stærðsmál, þannig að ég er með stærðsmál og er það hjá mér. Og við erum ekki með large, við erum með extra medium, þannig að við erum svona svolítið skemmtilega í leiti. Já, ég er með Krista Design, það er svona meira gjafavörur, skartgripir og reynum bara svona að hafa þetta til beggja kynja og nokkuð gott vörur. Þannig að við getum alveg fundið eitthvað í hvert í myndi segja. María Krista, þú ert grafískur hönnuður og Katla, þú ert innanhúshönnuður. Hvaðan kemur þessi sköpunarkraftur? Liggur þetta í fjölskyldunni? Já, ég held að ömmur okkar beggja voru náttúrulega mikla saumakonur og önnur er það ennþá sko. Og mamma er nú kennari og pabbi var smíðakennari og ég held að þetta sé nú bara liggja alveg langt aftur í ættir. Og við fengum alltaf að gera það sem við vildum. Já, við komumst upp með allan fjáran. Breyta kjallaranum í vestæðurinn, þannig að við mögum fengið að... Já, og við breytum herbyggjónum marg oft. Já, málum ekki og... Fengum að ráðast að hálottið og rústöllu og það bara komst upp með það. Það er kannski líka það sem hjálpa okkur. Við fengum að vera í öllu og alls konar félagslífi og kannski frekar heldur í starffræðitímum. Samanber það að við erum ekki í fjármálum. Nei, við vorum samt mikið með tombólur, þannig að við byrjum snemma að það í búðarleik. Núna erum við í alvöru búðarleik. Gerðist svolítið óvart, það var gaman. Katla og María Krista búa og starfa báðar á höfuðborgarsvæðinu þar sem Katla er með verslun á Laugavegi og María Krista með gallerí í Hafnarfirði. En hvernig kom það til að þær ákváðu að opna verslun á Akureyri? Þetta var í alvörunni ákveðið á núleitni sem svona smá flip og við fórum svona að horfa í kringum okkur og vorum að selja sérsta handísáttina á Hafnarfirði og fannst það mjög gaman og við erum búin að gera það í nokkur ár og ákváðum að athuga hvort við fyndum pláss. Og við gerðum það sama kvöld. Og það gekk eftir og það var bara ákveðið á 2-3 dögum myndi. Já, og svo fórum við að kaupa húsgögn og græðum þetta á 3 vikum. En hvernig hafa viðtökurnar verið? Frábærar. Ég er bara... Ótrúlega fínar sko. Maður er alveg bara, maður trúir því varla. Það er svo mikið jákvæðni í öllum og taka manni mjög vel og það er kannski að við erum búin að sinna Akureyri ágætlega. Við erum búin að koma nokkru sinnum með vörur og vera með pop-up og selja á náttúrulega handísáttíðinni. Þannig að Akureyringar þekkja okkur mjög vel á nákvæmni og það er náttúrulega spila mjög stóra þátt. Við leggjum ekki upp á að skipta við Norrlendingar sko í sambandi við búðina og reynum alveg að halda okkur svona viðskiptum hér. Þannig ég held að það sé bara ágætt. Já, allir mjög glaðir. Þó hönnun þeirra systra sé vissulega ólík þá blandast hinar rómantísku heimilisvörur og skartgripir Maríu Kristu vel við grófa fatahönnun Kötlu í nýju versluninni og úrverður skemmtileg blanda. Hráefnisnotkunin er fjölbreytt en María Krista notar til að mynda gúmmí frá gúmmívinnslun á Akureyri í framleiðslu sína. Já, það var bara einu fyrsta sem við byggum til þegar við byrjuðum fyrir hvað 6 árum. Það var að dætti að gera hitaplötu á gúmmíplötu eða svona gúmmímottum. Og þeir bara hlóðu á mig sko og seldu mér alveg móttinn þar og svo bara skáruðu þetta eftir kúnstagnareglum og þetta er bara ein mest selda varmakar í dag ennþá sko. En svo notuðu flísar og parkett og gúmmídúka og reynum að gera eitthvað fallegt úr því sem er frekar óhefbundið hráefni. Og þú leitar svolítið í fortíðina í hönnuninni? Já, mér finnst náttúrulega bara fallið þessi íslensku munstur og reynir bara svona að höfða til allra og svo aldurshópinn og þekkir svolítið þessi munstur og blöðrósina og alls konar. En því að munstur og sjónbókinu við notum það svolítið og svo bara þetta hefðbundna og íslensku svona, þú veist, það er verið að höfða til náttúrunnar vonandi. Katla, þú hefur höfðað mikið til íturvaxinna kvenna. Eiga þessar konur erfitt með að finna föt á sig hér á Íslandi? Já, það kannski byrjaði meira þannig. Við erum búin að auka úrvalið mjög mikið og erum svo sem að hanna á allar konur í dag. En svona markmiðið er að gera fatnað sem að klæðir konur og klæðir kannski af þeim eða eigur eiginlega meira kvenleikann sko. Það er svona aðalatriðið. Að konur líði vel og það eru langfallegast þegar það líði vel og ef það eru maga sem það eru að fela þá bara fela þeim og þá líði þeim óslega vel. Þetta byrjaði náttúrulega þannig, það vantaði mjög mikið af íslenskri hönnun sérstaklega fyrir konur kannski svona pínlítlir yfirstef eða eðlilegar konur í rauninni, íslenskar konur. Já.
Já, þannig að þetta byrjaði svoleiðis og það nú komið miklu meira úrval af því og maður að sjá miklu meira frambúð sem bara frábært. Við erum búin að vera að keppa svolítið við franskar stærðir og við verðum bara átt okkur því að við erum ekki í frönskum stærðum. En svo eru þið farnar að hanna saman, þið systurnar líka. Má búast þið framhaldi á því jafnvel? Já, við erum svona aðeins að skoða að blanda kannski saman textíl og hörðum efnum og gera kannski aðeins meira úr merkinu Systrum og Mökum og koma kannski með svona smá vörulínu frá Systrum og Mökum einum og sér sko. En við bara byrjum rólega með það.